Evan, þetta Brestafang, annað skipti. Hvernig stemmingin? Hún góð. Mikil eftirvænting? Já, það var svo gaman að komast í höllina og æfa. Tókum æfingu í gær og í dag og fórum vel í gegnum hlutina og munum ná uppfyllt af skotum núna í kvöld. Aðeins að kynnast þessum körfum betur. Og bara létt æfing í fyrramálið og farið vel yfir Grikkina og okkur fundur í dag og við erum bara klárir. Hvernig metur þú möguleika leysast í þessum leik? Eru þið með plan sem þið hafið? Við erum ekki favorites, við erum klálega underdogs. Ég sé Stuðlana sko. Já, Stuðlandir eru okkur ekki hliðhollir. Við erum alltaf að fara að spila á móti gríðarlega vel mönnuðu liði. Þeir eru með bara valda menn í hverju stöðu og menn sem eru með gríðarlega reynslu í Evrópu og annar staðar í NBA og þeir spila mjög agaða bolta og geta exekutað svona á hálfu melli og keyrt upp hraðan líka. Þannig að það verður alveg risastórt verkefni fyrir okkur. Hvað þurfum við að gera til að vinna þennan leik? Ég held við verðum að eiga alveg gríðarlega góða byrjun í leiknum. Kannski svona treyst á það að þeir eru kannski að fara að koma afslappaðir inn í hennar leik og kannski með smá vanmátt. Þannig að við þurfum að eiga fyrsta höggið alveg klárlega og keyra þetta upp aðeins og djöflast í þeim að vera alveg á fulli. Sérstaklega í byrjun og svo við erum að koma okkur í góða stöðu í hálfleik eða rétt eftir hálfleik þá þurfum við náttúrulega að vera klókir og ekki leyfa þeim að koma með stórt rönn tilbaka. Þannig að ég sé að gameplanið sé bara að þurfum að byrja alveg á fulli og þurfum við þetta að eiga okkar mjög góða dag til þess að leggja það vel. Þú tala kannski verið talað að áræðinni sé kannski kostur hjá þessu landsliði. Hvernig metur þú þetta lið miðað við liðið sem var síðast? Nú eru margir sömu leikmenn en ekki alveg sami hópur. Hvernig heldur þú það eftir að ganga að keyra sig í gang? Ég hef engar ágjörð af því. Nei, bara dómarinn flutti. Bara leikurinn að fara á stað? Já, ég myndi segja það. Svo náttúrulega bara svo verður þetta virkilega góð blanda með orku úr stúkunni frá okkar fólki og bara þetta adrenalín sem ég talaði áður þegar við erum komnir á völlinn sem að mun nýtast okkur. Þeir eru búin að gera þetta 1000 sinnum áður sko. Þeir eru virkilega að fara að mæta í hennar leik svona nokkuð léttir myndi ég halda og erfitt kannski fyrir það að mótivera sig fyrir liðið eins og Ísland. Því að þeir eru auðvitað eiga að vera mörgum kaliberum fyrir ofan okkur og ég skil það vel að þeir eru kannski erfitt með að mótivera sig en við þurfum þá að nýta okkur það. Það er bara eitt af þessum vopnum sem við þurfum að nota til þess að geta unnið. Ég spurði Brynjar síðast á æfingu hjá okkur inn í DH. Hvernig að koma úr liði sem það eru vonbrigði að þeir vinna ekki með meira en 10 stigum og koma svo beint inn í landslið sem er bara einhver mesti underdoginn á þessu móti. Það er óbúslega þægilegt að vera. Svart og hvítt sko. Það er mjög þægilegt að vera underdog. Klálega ekki tilfinning sem við fundum fyrir í fyrra með KR en það er bara easy transition. Þetta er eitthvað sem við erum kannski vanir í landsliðinu og við höfum verið lengi. Þannig að það er ekkert mál að breiða sér í það hlutverk. Ég ætla ekki sleppa þér fyrir að við ræðum á þessu Víkingklappið aftur. Þú sagði mér síðast að þið ætlaði ekki stjórna neinu Víkingklappið. Talaður eitthvað rassaklapp. Eru þið eitthvað búin að þróa einhverju útgáfu? Nei, við töluðum þetta Hvað ætlaði að gera? Sko þetta kom ekki bara frá mér greinilega, það voru fleiri það voru blendnar tilfinningar í hóknum þetta Víkingaklapp. Þannig að við erum ekki búin að koma með neitt sko, en við erum opnið líka fyrir einhverjum skemmtilegum hugmyndum. Við bara sjáum til hvað kemur. Takk.